gríðarleg þekking, bæði hjá stórum fyrirtækjum en ekki síður hjá smærri fyrirtækjum líka. Og ég sem sagt stjórnarformaður þar líka í dag. Þessi starfsemi hún hefur stækkað gríðarlega. Og það nú kannski það sem að margir einstaklingar sem að eiga mikinn sparnað núna að velta fyrir sér þeir vilja óháða fjármálaráðgjöf hvað þeir eiga að gera við sitt sparifé. Hrossalækningar sem að hafa mjög skaðlegar aukaverkanir í för með sér. Þannig að þið eiginlega svarið þessu þannig að þið telji ekki skynsamlegt að ráðast í frekari álversframkvæmdir á næstunni. Já, við gerum. Bæði vegna þess að það of einhæft með þessu fyrirgjöf og of stóra framkvæmdir. Of stóra framkvæmdir og hafa mikla þensluhætti í för með sér. Ég sé að þið eru bara í lita samsetning. Allt er bara eins, skemmtilega samsetning, sko, bara ákvaða dagurinn er komið. Eiginlega ekki. Nei, þetta gerist eiginlega svona óvart. Að fólk sem kemur og stríður okkur aðeins, með svona aðeins að poti okkur bara Það er alveg rétt. Við höfum gott af því. Ég held það sé alltaf. Já, meðan þú skaðar engan annan, hvað er að gerast? En þau hefðu Fenguð þið meiri athygli? Það er náttúrulega kannski bara fyrir það að þið eru litikari og skemmtilegri. Sko, en málið það sagði ykkur alveg, sagði ykkur við okkur, er þetta ekki svona líka persónukostning upp á svona persónur að gera og svona. Ég bara algjörlega kaupi það. Og það er eflaust á hverjum tíma, er það ekki Baldur, sem einhvert eitt fyrir karl og kvenmannsnafn sem eru bara vinsælust. Eins og ég segi, ég er allavega mjög ánægð með að hafa bæði þessi nöfn. Hversu langan tíma frá því að ég kem til dæmis og fær ráðgjöf hjá okkur, hversu langan tíma getur þetta ferli tekið? Semst þegar þú sækir ráðgjöf og þar til þú fær tillögur í hendurnar? Já. Að þetta fólk geti skapað það ástand sem við erum ofta að horfa upp á í miðborginni. Eru þá kannski að fara að sjá fram á fleiri öryggismyndavélar í sumar eða? Það er ég að vona. Ég er að vonast til þetta. Það er bara að taka ákvörðun það að fjölga eftirlitsmyndavélum.